Ég staddur í Skaftafelli og leiðinni í Morsárdal. Þar fallegasti birkiskógur Íslands. Gangan frá Skaftafelli yfir í Bæjarstaðaskóg er 2 tímar. En það nú ekkert svo slæmt þegar maður hefur þetta útsýni hérna. Gönguleiðin frá Skaftafelli yfir í Bæjarstaðaskóg er mjög vel merkt og þetta er svona frekar þægileg ganga. Og svo skemmir auðvitað ekki náttúran og umhverfið fyrir. Þá er maður bara mættur í þessa geggjuðu paradís. Birkitrén í Bæjarstaðaskógi ná oft 12 metra hæð og eru oft mjög beinvaxin. Það gerir þennan skóg svona flottan og fallegan. Hér líka oft sótt í fræ, þannig að mikið af birkitrjám sem eru til dæmis í Reykjavík eru komin héðan.
eins og svo víða, þá var skógurinn hér farin virkilega að láta á sjá í byrjun 20. aldar. Og 1930 hófst umræða það að reyna að vernda skóginn. Það var 1936 að skógurinn var girtur. En hér var mikið jarðvegsrof sem ógnaði skóginum og þrátt fyrir að girðingin kom þá hélt rofið áfram. Þannig að þurfti virkilega að vinna í því að stoppa þetta rof. Sem gekk auðvitað síðan eftir því að nú hefur skógurinn breytt úr sér. Það eitt sem gerir þennan skóg líka svolítið öðruvísi en marga aðra skógi, það að segja birkiskógi, að því að mörg tré eru orðin gömul og svona, þá eru víða fallin tré eða dauð tré sem alveg mikilvægt fyrir lífríkið í skóginum. Það var einhvern veginn svona sem Ísland var við landnám. Kannski ekki allstaðar en víða voru svona skógar. Og þetta svona fyrsta skipti sem ég upplifi bara ég vera svolítið í álfurum svona villtum skógi. Það náttúrulega ekkert búið að gróðsetja hérna eða neitt. Þetta bara skógur sem made by nature. Það nú svona milli skógur sko.
Mér hefur lengi langað að koma hingað í Bæjarstaðaskóg. Ég hef heyrt og lesið miklar sögur og þetta sé fallegasti skógur landsins og ég segi það bara hér að hann stendur alveg undir væntingum.